Komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru mjög margir gestir að þessu sinni. Arnar Pálsson og Andreas Guðmundsson eru hér ásamt mauragenginu sínu. Verið velkomnir. Takk fyrir. Hvað er þetta? Hvað eru þið að gera? Hérna eru satt með stórt maurabú með okkur. Tegundin eru satt auramaurar. Upprunalega koma þær frá Suðaustur-Asíu. Þeir komu til Íslands með ólífutré fyrir nokkuð árum og hafa sem bara verið með okkur niður í háskóla í þessu búi. Já, hérna. Og þetta eru reykvískir maurar, íslenskir maurar. Ég kom algjörlega að fjöllum þegar ég sá auglýstan viðburð þar sem að þú varst að tala, Andreas, maura á Íslandi. Eru sem sagt maurar á Íslandi? Ekki bara í háskólanum þá. Það má segja það. Þeir hafa fundist hérna í nokkuð miklu mæli upp frá kannski 1970. Náttúrufræðistofnun Íslands hefur verið að safna mikið af gögnum þetta, upp að því. Og við sjáum náttúrulega bara mikið tengt við mannfólk. Maurarnir koma til landsins til dæmis með pottaplöntum og svoleiðis. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur dregist mikið aukan á síðustu árum. Og þess vegna sjáum við bara mjög mikið af maurum koma til landsins með þessu. En hvar fær maður áhuga á maurum? Já, ef þú hefur ekki áhuga á maurum þá er náttúrulega ekki á að þér, sko. Nei, það er svona bara almennu náttúrufræði áhugi, sko. Þetta mauraverkefni sjálft, það byrjaði hérna við Háskóla Íslands, við ítalskur bókmenntafræðingur kom að máli við mig fyrir rúmlega 5 árum síðan og hafði mikinn áhuga, hafði flutninga með fjölskyldu sinni og hafði mikinn áhuga á því að kanna maura. Og hann sem sagt hafði lesið einhverjar greinar og komist að því að það hefði fundist maurar hérna sem kallar húsamaurar, Hippoponera tegund sem er ættuð frá hittabeltinu og Sigurður Richter og Erling Ólafsson höfðu lýst í frægri grein í náttúrufræðingnum. En Marko grunaði að væri eitthvað meira á döfunni og talaði við Matthías og Erling og fór síðan að vinna einnig sjálfur með meindireiði og fylgja Steinari meindireiði í tilfelli. Af því hann er að sérhæfi sig í því að eyða maurabúum með koma upp í borginni. Og úr þessu spratt bara mjög forvitnilegt verkefni. Já, og þú minnist á meindireiði. Þetta eru í augum sumra meindýr. Þeir eru nú ekki sammála því. Það er náttúrulega svolítið algengt að fólk vil losna við þetta kemur upp inn hjá sér. Og maður kannski skilur það alveg vel. Ef þessi maurar eru mikið að koma inn í eldhús hjá manni að sækja sykur eða svoleiðis, þá er það náttúrulega minna skemmtilegt. En það má líka líta á það sem einhvers konar nýtadýr vegna þess að maurar eru náttúrulega rándýr og eru þá líka í því að veiða önnur skordýr. Það er allir með sérst að í húsum þar sem eru maurar er í staðinn minna af öðru eins og allir með silfurskottum. Það er það bara svolítið svona spurning hvort maður vilja fá maura eða silfurskottur. En það er gaman að fylgjast með þessu þannig að... Já, það er líka þannig að það eru margar tegundir maura og það hafa hver sína svona vistina eða sérviskuna. Þannig að þessir húsamaurar sem við myndust á, þeir eru, kemur í ljós í gögnum Markosar og náttúrufræðistofnunar, þeir eru lang algengastir. Það er tegund sem hefur borist hérna kannski 50-60 árum síðan og breiðist út og bara er mjög algeng í húsgrunnum eða kannski viðbyggingum í kringum lagnir og svoleiðis. Þegar við tölum að þessu í húsum, þá er ekki inn í húsunum hjá fólkinu, heldur birtast þeir bara þegar drottningarnar, það sem við kallum sverma, þá búið tilbúið að fjölga sér og þá fljúga drottningar út að þeir vilja fara að koma sér niður á nýjum stað. Þannig að þú sérðir raun og verið ekkert maurana fyrir en kannski birtast í þvottahúsinu hjá þér þegar komnar 200 flugur í gluggan sem komast ekki út af því hann er lokaður. En síðan er alltaf bara mjög margar tegundir af maurum eins og þessir auramaurar, þeir eru meira svona yfirborðsmaurar, lifa kannski í jarðvegi í kringum blóm og svoleiðis og eru að tína skordýra á yfirborðinu. Þeir hafa bara ólíka lífshætti. Af hverju auramaurar? Þetta er skemmtileg tegund. Á ensku kallar svona penny ant. Það fannst okkur þetta frábær hugmynd að kalla á auramaurar. Já, það er mjög fyndið. Og þeir eru bara voðalega skemmtilegir. Sumar maurategundir sem við erum með í svona búum eru tölvöld feimnari. Það lifa ekki vel í svona opnum aðstæðum. Hérna sést inn í búið, inn í eggjahirslanum svoleiðis. Þessi tegund verið spjala sér nokkuð vel í þessu. Og þetta er þá bú sem við mikið verið að fara með líka í menntaskóla, grunnskóla og leikskóla, í einhverjum svona samfélagsverkefni. Og hefur bara lifa með ykkur í nokkur ár. Já, við vorum svo heppnir að fá það sem heitir samfélagsstyrkur Háskóla Íslands. Þannig að þeir veita verkefni í svona
þar sem að vísindamenn eru tilbúinir að fara og kynna rannsóknir sínar eða svona rækta sambandi við ólíka þætti samfélagsins og þetta verkefni er þá Andreas og Rafn Sigurðsson sem vinnum með okkur að fara í fjölmarga fjölbreytar og menntaskóla á höfuðborgarsvæðinu með einmitt þetta búra því að auramaurarnir eru svo glaðir í svisljósinu. Þeir þykir þetta ekki leiðilegt. Nei, þeir alveg bara pluma sér rosalega vel, mjög svona auðsveipir í þessu öllu og alveg bara tilbúnir í að kannski ekki alveg láta klappa sér en vera allavega með. En þessir, ég meina, hvernig lifa þeir af eins og miklar frosthörkur og annað? Það er ískalt hérna. Flest búin náttúrulega finnast inn í húsum og okkur finnst náttúrulega gott að vera inn í hlýjum húsum, alveg eins og mörunum. Þannig að inn í húsinum er náttúrulega bara voða fínt. Oft, til dæmis húsamörnir finnast upp við lagnir. Það er náttúrulega hlýtt. Síðan er þetta oft í svolítið gömlum húsum þar sem lagninar eru kannski orðnar svolítið lekar. Það er náttúrulega líka raki. Síðan safnast eitthvað skorutýrum í kring og það er þá náttúrulega bara frábæra aðstæður. Utandyra er þetta náttúrulega aðeins kaldara. Og það eru maurabú sem hafa fundist í görðum í Reykjavík sem virðast geta lifað á íslenska veturinn. Þar má helst telja upp blökkumaurinn. Hann hefur fundist í görðum bæði í Reykjavík, Seltjarnarnesinu og líka á Akranesi. Og það er þá tegund sem fer í svona veturdvala. Og það eru þá bara þannig að maurnir hópa sig saman, neðanlegar, í svona stóri kös og bara halda sér hita. Hvorum öðrum. Akkurat. Þetta eru félagsdýr, greinilega. Við hefum margt sammerkt með þeim, virðist vera. Hvað ég velti fyrir mér bara að því að ég meina þeir eru fyrstu menninni sem mæta hér með skortir inn í þetta stúdíó. Svo þú vitir af. Svo ég viti af einmitt. En hvað svona drífum bara áfram í að skoða maura? Er hægt að skoða það endalaust? Það má segja það sko. Já, það er náttúrulega bara mjög margt sem hægt að rannsaka með maura og svona á Íslandi erum við að gera eiginlega svona bara grunnrannsóknir, bara hverjir eru, hvar eru þeir, hversu skyldir eru þeir, hvernig þraukaðra veturinn sem er í mitt meistaraverkefni Andreasar, en síðan út í heimi þá er fólk að spyrja annara spurninga bara eins og hvernig virkar sko félagskerfið og það sem er alltaf sérkennlegt við maura, ekki þessa tegund, eru vinnumaurarnir eða þernurnar. Þetta eru allt saman systur. Það eru eiginlega allar með sama lagi. En í mörgum tegundu þá eru ólíkar þernur. Og við vorum til skamstíma með bú af, hvað heita það eftir? Laufskurðarmaurar. Já, laufskurðarmaurar. Það eru það maurar sem að sækja lauf, rækta svepp og éta sveppinn. Og þetta var verkefni sem fór á stað með stuðningi húsdýragarðsins. Þannig að það er gott samstarf hjá okkur og húsdýragarðinum. Og þá var reyna að koma upp svoleiðis búi sem geti verið svona skemmtilegt að horfa á. En þá laufskurðarmaurarnir, þeir eru með mörg ólík vaxtarform. Þannig að drottningin verpir eggi og síðan fer það eftir því hvað eggin fá að borða, hvort þeir verið svona litli snirtimaurar eða miðlungsvinnumaurar, aðeins stærri vinnumaurar eða hermaurar eða eitthvað annað. Og þá er það náttúrulega bara grundvallar spurning í líffræði, hvernig getur þú breytt systurum sem eru næstu því eins erfðafræðilega í ólík form bara með því að gefa þeim ólíka hluti að borða. Það er þá bara grundvallar spurning sem er miklu víðari heldur en maurar. Þú myndist á skyldleikan. Ég las einhvers staðar, ég held að hafi verið grein eftir þig, Andrés, þar sem þú talar að það væri maurabúendur Reykjavík og það væri stórt og þeir væri allir skyldir. Það þótti mér áhugavert. Þetta er pælingi með ofur maurabúið. Þetta er eitthvað sem sést oft þegar maurar berast inn í svæði. Það sem við reiknum hafi gerst á Íslandi er það var kannski ein drottning af þessum húsamaurum hafi komið til landsins, kannski 1960-70 eitthvað svoleiðis og hafi þá stofnað bú í einhverju húsi í Reykjavík. Síðan fer þetta bú að fjölga sér og stofnað ný bú og það sem við sjáum þá er að nýja búið er þetta mjög skylt gamla búinu. Þetta er bara systur. Og síðan halda búin að fara að fjölga sér og fara frá húsi í hús. En vegna þess að öll þessi bú eru komin af einu uppnæðnu búi, þá halda þau áfram að vera ákveðin skyld. Og það fylgir eftir tegundum. Sumar tegundir fara í samkeppni við systurbú mjög fljótlega. Við höfum síðan dæmis með bú af draugamaurum, að við skiptum því í 2 mánuði og saman eins og aftur og þau fóru bara að slást. En það sem við sjáum til dæmis með húsamaurum er að maurar sem við söfnum frá Seltjarnarnesi, Garðabæ, Reykjavík, jafnvel Seltjarnarnesi, þeir slást ekki.
Þetta getur þýtt margar hluti, kannski þetta bara mjög svona friðsæl tegund sem slæst lítið við sína eigin tegundameðlimi, eða kannski getur líka bent til þess að þessir maurar líti á sig sem eitt stórt bú. Það er erfitt að sanna hvort það sé í rauninu svona ofurmaura bú undir Reykjavík. Það er bara eitt stórt svona samfélag mismunandi maurabúa sem líti á sig sem eitt stórt bú. Það er erfitt að sanna tilvist þess, en það er alltaf ýmsar vísningar sem benda til þess að þetta gæti verið raunin. Og það myndi þá bara líta svona einhvern veginn út? Já. Einmitt, þessi hugmyndin ofurmaurabú hefur sést oft hjá svona maurategundur sem berast á milli landa. Það svona einhverjar af 13.000 þekktur maurategundum eru kannski 25-50 sem eru kallaðar svona Trump species eða eitthvað svona ferðalangar sem að fara mjög víða og að borist mjög víða heimsálfurnar. Og það eru þessi tegundir sem að borist til Evrópu, þar sem að maurar á Spáni, Frakklandi og Þýskalandi líta á hvern annan sem násystur sínar og takast ekki á. En annars sko átök maurabúa svona gegnum gangandi þema maurar eiginlega maurum vestir, ef maður getur sagt sem svo. Þeir eru sífalt að berjast á banaspjótum af því að þeir eru svo öflugur rándýr og það var til dæmis bara mjög forvitnilega þáttur á RÚV-inu núna í janúar. Attenborough var með þátt, las yfir þátt sem fjallaði maurabú í Frakklandi og þá var bara mjög skemmtilegt myndefni þar það hvernig maurabúin að takast á. Frægt dæmitum það til dæmis Argentínumaurar. Það er tegund sem kemur frá Suður-Ameríku og hefur sen breiðst víð heiminn og er svona talin inn ágengast tegundin. Það sem hefur sést að þegar hún berst á nýbúsæði þá myndir hún svona ofurmaurabú. Og það til dæmis eitt ofurmaurabú sem nær alla Evrópu. Í Norður-Ameríku var líka eitt stórt ofurmaurabú, en vegna þess að það liði aðeins lengra síðan að þessir maurar bárust til Norður-Ameríku, þá hefur þetta bú síðan skipst í tvennt. Og nú ríkja átök milli búanna tveggja á þá bara rosalega stórum skala. Það bara í heilli heimsálfu. Þetta minnir margt á mannfólk. Það bara verður að segjast. En bara svo kannski fá að spyrja ykkur aðeins út í þetta fyrirbæri fyrir framar okkur. Þetta einhvers konar gervimaurabú eða ekki sett? Jú, Marco setti þetta saman svona með fulltingi þessar samfélagssjóðs, þannig að fengum pening til þess að fjárfesta í svona smá útbúnað. Hann að vinna síðan líka nýtt bú núna til þess að sem leikskólaheld. Þannig að hugmyndin að fara, næsta verkefni að fara í leikskóla ekki á höfuðborgarsvæðinu heldur svona í kraganum. Það svona eiginlega tala við víðara samfélag. En þá þetta hugmyndin að þú eiginlega endur skapa í einfaldri mynd einhvers konar borg sem að maurarnir byggja sjálfur. Þeir eru oft með svona einhver hólf og einhverja brautir og kannski þú vilji segja frá hvernig þetta liggur allt saman? Já. Byrjar náttúrulega allt í þessum kössum. Erum við með sjálf maurabúið. Það er mikið af púpum sem sjást þarna, svona hvítar. Já. Þarna inni lifir drottningin og þetta tegund sem getur verið með margar drottningar. Það er einn drottning í þessu búi. Það er erfitt að segja. Það þyrfti bara að telja hvern einasta maur. Það er svo lítill munur og stærð á drottningunum og vinnumaurunum að það gæti vel verið að þarna séu fleiri drottningar. En það er að minnst ein drottning inni og hún verpir þá flestum eggjunum í búinu. Þaðan fara maurarnir svo aðeins víðar. Hérna erum við með svona fóður hirsli, þarna gefum við yfirleitt að borða. Við gefum þeim mikið sigvatn, en síðan líka mikið af ávaxtaflugum. Það er mikið verið að rannsaka með ávaxtaflugur í háskólum, þannig að mikið af aukaflugum sem er gott að losna við. Þær eru óþolandi. Það er þykja þær með glöðu geði. Það eru dásamlegar. Já, ég er kannski wrong crowd. Maurunum finnast þeim klárlega dásamlegar. Já. En það eru mitt með þar sem eru einhvers svona geymslur. Önnur kirkjugarður, þar sem maurarnir geyma aðra dauða maura. Hitt hólfið, það í rauninni ruslahaugur. Þar geyma maurarnir úr gang og í þessu tilfelli eru það aðalega fluguvængir. Þannig að við gefum mikið af flugum og maurarnir borða þá allt prótínið, en það sem við geta illa borðað eru vængirnir og þeir skera það eftir. Og þeir fara, og hvernig virkar þetta? Þó bara einhverju nokkru maurar sem að svona taka það á sig að taka til eftir matinn og Þeir eru góðir að flokka sko. Já. Það er þannig að maurar seita alltaf ferumónum í öllu sem þeir gera. Og þegar maur deyr, þá seitir hann líka ákveðnum ferumónum sem láta aðra maur vita að hann sé dauður. Og þá flytur hann þá yfir í svona kirkjugarðinn á sama tíma og
annað en að það flutt bara yfir í ruslahaugun. Já, þeir eru með fullt af verkefnum og eins og Andrea segir, þeir nota þessi efnabóð til þess að tala saman. Þannig að þeir tala ekki eins og við, heldur eru með eitthvað svona efnatungumál sem að vísindamenn eru þá ennþá að reyna að finna allt saman út úr. En þeir eru raun og veru, það er allir í búinu, þetta er allt saman systur, en það eru meira heldur en venjulega systur, en ekki alveg einægja systur, eða tvíburar. Af því að þeir eru sko 75% skyldir meðan venjuleg sískin eru 50% skyld. Þannig að þess vegna vinna þeir svona rosalega vel saman af því að þessi aukni skyldleiki sem er á milli einstaklingana. Og síðan er það náttúrulega bara ennþá verið að rannsaka hvernig þeir ákveða, já það þarf að fara út með endurvinnsluna eða það þarf að sækja flugu fyrir lirfusystem mína og taka til og allt þetta. Einhvern veginn ná þeir að sortera úr þessu öllu saman og það er svona fyndna svona líffræðilega við þetta líka að þetta eru ólíkir einstaklingar, en samt virkar þetta eins og heild. Þannig að, og þeir svona innan gæsalappa þá að hugsa sem heild, þótt þetta séu stakar verur, sem er svona dálítið svona skemmtilegt, þá fara maður til að hugsa hugsunina, hvaðan kemur hún, sko. Nú hafið þið hitt marga maura. Eru þeir með persónuleika einkenni? Eru þeir ólíkir innbyrðis? Það er góð spurning. Það er náttúrulega klárlega mikill munur á tegundunum. Við sjáum alltaf eins og með þessa að þeir eru voðalega svona vingjarnlegir. Þeir koma, ef maður gefið einhvern mat á, eru mjög fljótir að hópa skengum matinn og sækja hann og bera hann tilbaka í búið og þeir eru ekki mjög árásækjarnir heldur. Aðra tegundir til dæmis eins og flatbálsmaurarnir, þeir eru miklu feimnari. Ef maður opnar bú hjá þeim, þá hlaupa allir burtu tvístirast og það tekur miklu lengri tíma fyrir það að koma að sækja matinn. Þannig að það er klárlega mikill svona persónuleika munur á tegundunum. Erfiðara að meta mun á einstaklingunum? Já, en það er svona fólk gert kannski minna með það í maurum, en í öðrum skordýrum hefur komið í ljós að það er bara heilmikill einstaklingsmunur í atferli og þessum við getum kannski skilgreinast með einhvers konar persónuleika einkenni, bara hversu viljugur ertu til að standa í miður hringsins, viltu frekar vera í hóp eða stakur og hvernig svona berðu þig að bara í eitthvað svona almennum verkum dagsins og það er sem sagt bara heilmikill breytileiki í því og það virðist eiginlega að vera í mörgum tegundum heppilegt að búa til breytilegt atferli af því að það þá hjálpar tegundin að vera ófyrirsjáanleg fyrir afræningur sínum og eitthvað svoleiðis. En síðan því miður vitum við bara ekki nóg mikið hvort að fólk hafi fundið persónuleika einkenni hjá stökum maurum en það er kannski hægt að fara yfir í sko maurarnir hafa ólík verkefni eftir því hvar þeir eru í búinu en líka bara eftir aldri og það sést náttúrulega líka hjá býflugum sem eru náskyldir þessum tegundum. Já. Það er náttúrulega fyrir verkaskilning aðalega bara einmitt eftir hvað þeir eru gamlir. Þannig að yngstu svona þernunar vinna kannski hættu minnstu störfin inn í búinu. Mikið þá í umhyggju drottningar, umhyggju ungviðis á meðan þá eldri þernunar fara í kannski hættulega störf. Fyrsta starfi gæti þá verið einhvers svona vöktunarstarf við inngang búsins sem það er ekkert svaklega hættulegt en það svona gæti komið til átaka þar. En síðan eru það elstu þernunar sem fara þá í hættulegustu störfin sem eru þá til dæmis að sækja mat fyrir utan búið. Og það er náttúrulega miklu meiri áhætta á því að það verði afrán og eitthvað svoleiðis. Og sko í bíómyndunum þá er alltaf svona einn maur sem gerir uppreist. Er það eitthvað svona sem að þið hafið séð gerast? Það er sjaldgæfara. Maurarnir, náttúrulega eins og Agnar nefndi, eru rosa skyldir eitthvað öðrum. Og það finna við maurana er að þeir eru skyldir systur sínum en afkvæmum og foreldrum. Þannig að þeir græða mest á því að hjálpa systkini sínum. Og græða meira á því að hjálpa systkini sínum en þeir myndu græða á því að búa til eigin afkvæmi vegna þess að þeir eru skyldar systkinum en eigin börnum. En hafandi sagt það, þá er í öllum þessum, að því að það eru býflugur, vespur og maurar eru allt saman af sama þróunarfræðilega meiði. Þetta er maurar veru vænglausar vespur. Og hvað kallaður býflugurnar eru? Vínarlegar vespur, já, bara mjög vínarlegar vespur, eftir í hvernig spyrir náttúrulega. En hvað ætlaði að segja núna? Það eru alltaf einhverjir maurar líka sem geta sem er aðeins öðruvísi svona fyrirkomulag á þessu. Yfirleitt þá virkar það þannig að það er ein eða fleiri drottningar í búinu sem verpa öllum eggjunum en einhverjum tilfellum geta sjálfur vinnumaurarnir líka vert eggjum
og þetta svona sérstök aðlögun sem sést aðalega í svona frumstæðari hópum, allavega hópum sem sína frumstæð svona mauraeinkenni. Þar sem þá í rauninni vinnumörðinir geta sjálfir líka myndað eggjastokka og þá stofnað eigin bú. Þetta svona frekar sjaldgæft, en þarna væri þá dæmi maura þar sem einhver svona einn vinnumör gæti í rauninni bara yfirgefið búið og stofnað sitt eigin bú. Já, hérna. Já, eða einmitt svindlað, farið að verpa eggjum í hrúgu móður sinnar og þau alin upp sem systkin hennar, en raun og veru þetta kannski bara hennar eigin afkvæmi. Og þetta er sérstaklega mikið meðal drottninga. Og það eru ákveðnar maurategundir þar sem drottningarnar lifa ákveðnu sníkjulífi. Það er tegund þar sem það í raun ekki til svona, eða það stofna í raun ekki eigi bú, fara frekar í önnur bú hjá öðrum tegundum og í raun bara fela sig þá með svona feromónum, þannig að viðnumverði geta þá ekki greint að það sé ný tegund á svæði og verpa þá einmitt eins og segir eggjum í raun óvinnaða búið og taka bara yfir. Þannig að sjá eggi sín. Eða verða bara allir vinnir, eða taka yfir. Nei, það Ég alltaf að hugsa ykkur svona byltingar. Já, menna varast það náttúrulega að taka líffræðin og spekla hana mikið yfir á mannlegt samfélag. En við sjáum í eiginlega öllum sem tegundir sem eru með félagshegðun, þá einhvers konar, það er ávinningur að því að vinna saman, en ef þú komið með ávinning að því að vinna saman, þá er rými fyrir einhvers konar svindl. En þá endur í einhvers konar samþróun, þannig að ef ykkur að svindla og það fara að kosta búið og mikið, þá mun þróast einhvers konar gagnkerfi við því. Þannig að það þróast löggæsla gegn svindli og þetta verður bara svona einhvers konar vopnakapplaup eða svona dýnamík sem svona viðhelst. Þannig að það má eiginlega horfa á maurabú, bílflugnabú, vespubú sem einhvers konar samhjálpsríki sem með mjög öflugt lögreglukerfi og það er bara spurning hvort það er notið 1% eða 5% eða 20% af sinni orku í að halda friðin eða halda samfélaginu saman. Og það bara breytilegt eftir tegundum og svoleiðis. En hvað, ef að fólk finnur maura heima hjá sér, getur það haft samband við ykkur, hvað á það að gera og svona? Þið viljið þetta ekki að þeim sem eitt eða hvað? Það fer svolítið eftir tegundum. Já. Það er alltaf gott að tilkynna bú. Það hjálpar auðvitað einhvers konar svona kortlagningar verkefnum við þá að kortleggja útbyrjusuna, hvort að þetta séu þá nýjar tegundir sem eru að koma hingað eða hvort að þetta séu þá einhver eldri bú sem eru að stofna svona systubú. Og í sumum tilfellum þá er mikilvægt að búum sé eitt og það fer svolítið inn í pælinguna að maurar náttúrulega hafa ekki fundist á Íslandi svona síðustu aldirnar og áhyggjefnið það þá að vegna þess að þetta er náttúrulega mjög góður rándýr gætu líka haft neikvæð áhrif á íslenska náttúru og við viljum svolítið mikið fylgjast með því og það er svona eitt helsta verkefni eða svona helsta markmið okkar verkefnis að þeim fylgjast með því hvaða tegundir eru að berast hingað og að sjá hvaða áhrif þetta hefur á íslensk vistkerfi. Og þá er náttúrulega mjög gott ef að fólk getur tilkynnt svona bú til þess að getum þá séð hvort að þau séu þá einhverja skaðlega tegundir eða ekki. Já, leiðin til þess að hafa samband við okkur er þá að við erum með vefsíðu inn á vegum HÍ sem það bara maurar.hi.is og það er þá svona tíðindi af rannsóknum eða heimsóknum með einhverju slíku og síðan eru einhverju netföng og síðan eru líka piltarnir með samfélagsmiðla sem hægt er að senda skilaboðin og ná til okkar og við Mark og Andreas vinna með meindireiði sem hefur sérhaft sig í búum þannig að oft fáum við vinna með steinari í því en alltaf við erum alltaf bara opni fyrir að heyra frá fólki en bara svo ég taki upp þráðin frá Andreasi það eru svona ákveðna tegundir sem að hafa komið hingað sem að eru bara gætu verið slæmar fyrir íslenskt vistkerfi en það er líka tegund sem að komið mitt í 105 sem er evróskur eldmaur sem að þú vilt kannski segja frá þegar þið fundið það bú. Það var svolítið áhugaverður fundir. Það var stórt eldmaurabú sem fannst í Hlíðahverfinu. Vandamálið við þá er að þeir eru rosalega öflugur rándýr. Þetta er stærstu maurinn sem við fundist hérna. Ekki nema hálfu sentimetra lengt sem hljóma kannski ekki eins og mjög mikið en þegar þú ert með nokkur 100.000 maurar kannski það geta alveg raða sér upp í mannesku. Já, nákvæmlega. Og gallinn þá er að þeir geta bæði stungið og bitið samtímis og var einmitt tilkynnt vegna þess að þeir voru að fara inn í herbergi á einhverju stelpu að bíta og stinga. Og það held ég ekki eitthvað sem Íslendingar myndu endilega vilja hafa í náttúrunni. Nei.
þannig að það er ekki mjög gaman að leggast út í garð og hafa þá einhverja 100 maura klifur yfir hann. Þannig að þetta er bú sem við eittum með hjálp Steinars og líka tegund sem við viljum þá sérstaklega fylgjast með vegna þess að það sem er áhugavert við þá tegund er að hún fannst í garði og þetta var stórt bú sem er til þess að það hafi þá líka lifað af einhverja vetri á Íslandi. Já, húseigandi hafi séð maura sumarið á undan og gott ef ekki 2 sumur undan. Þannig að það segir okkar að búið hafi lifað veturna eins og þú spurður á. Og ef að það hefði lítið verið gert þá náttúrulega er þetta bú sem gæti mjög auðvitað bara drifst í næstu garða og þá víðar. Kannski eitt þetta að lokum, við hleypum næsta holli að, róðamaurar, eru þeir maurar? Nei, það er eitthvað svona íslensk nafngiftarvillisa. Já. Svona litla pöttur voru kallar þetta maur og hitt maur. Svipað með ríkmauran líka. Já. Þetta eru 8 fætlur. Maður sér að maður til frá fætin á þeim að þá er þetta með 8 fætlur og þá er skildara öðrum 8 fætlum svo köngulum. En það er svolítið erfitt að breyta nafninu einhverja pöttur sem allir þekkja eins og róðmaursins. Akkurat. Arnar Pálsson og Andreas Guðmundsson, þakka ykkur kærlega fyrir og öllum ykkur kæru maurar. Þetta var mjög fróðlegt og skemmtilegt og ég hlakka til að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Takk. Tók við, það er meira hér handa við hlé. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.